Eigið mjög gott kvöld, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll, þið megið fá ykkur sæti og við erum mjög ánægð í Guð. Við erum að syngja með hjartað okkar, við erum að lesa Biblíuna með öllu hjartað og við erum að setja orð Guðs mjög djúpt í okkar hjarta til þess að þóknast honum. Og mér langar að heilsa upp að öllum sem eru að koma frá öðrum stöðum. Þannig að mér langar að heilsa upp að ykkur öllum. Og við þökkum Guði að því að hann leyfir okkur, hann hefur leyft okkur að þekkja sig. Að þekkja sig almennilega og að kynnast hans vegir sem það sem svo fallegt hér. Og hver einasta biblíukennsla sem að við gerum hér til þess að læra, til þess að vita hvernig við eigum að hegða okkur betur á vegir Guðs, á þeirri vegur sem að Guð vil að við förum eftir restin af ævi. Og þess vegna svo mikilvægt að lesa Biblíuna og að læra Biblíuna. Það fólk sem segir, ég kann Biblíuna utan á. Ég hef heyrt margar sem segja ég kann Biblíuna utan á, en þau skilja hana ekki. Þau skilja ekki kenninguna. Eina að vita söguna sem á bakvið í Biblíuna og persónuna sem eru þar og að muna versarnir utan á, en annað að þekkja og kunna kenninguna. Kenninguna sem kemur frá Guði, kenninguna á fagnaðarerindi. Þannig að við lesum Biblíuna svo að Guð getur opinbert kenningin sinn. Að því þegar við lesum versin og það sem við lesum koma inn í hjartað okkar og okkar ósk að gera Guðs vilja og að Guð opni þekkinguna okkar til þess að geta skilið hans vegir og vitað hvert við erum að fara, hvar við erum og hvað við erum að gera með okkar líf varðandi okkar andlega lífið. Þannig að málið ekki bara að muna versin utan á, heldur að skilja og að þekkja og gera vilja Guðs. Og í dag ætla ég að gera smá samdrátt fyrir bræðurnar og systur og ég veit að mjög margir ykkar sem eru hér hafa verið í kirkjuna í mjög langan tíma. Þannig að við ætlum að fara yfir nokkra atriði sem eru mjög mikilvæg svo að þið geti kennt öðrum. Af því að ég veit að það eru margir prestar frá öðrum kirkjum hér í dag og við þurfum að undirbúa okkur til þess að kenna söfnuðunum, til þess að kenna fólkinu. Og það sem við erum að fara að sjá í dag vitum við flest, en það gerir okkur ekkert mein að fara aftur yfir þetta og íhuga og rannsaka þessu aftur í kenningana sem að Guð hefur kennt frá upphafi, sem að Guð hefur kennt manni svo að menn myndu gera hans vilja. Og að því við viljum læra, á þessu kvöldi ætlum við að fara yfir það sem að við höfum nú þegar séð og við ætlum að lesa með allri virðingu, með öllu hjartanu, með mikilli gleði, án þess að vanvirða orð Guðs, án þess að vanvirða heilögum anda og segja ég kann þetta nú þegar, ég búin að lesa þetta. Við þurfum að læra að vera kennari Guðs og kennari hans orð. Þannig að við ætlum í dag að læra hans orð og boðorð sem að okkar Guð gaf Móses þegar hann var í fjallinu í Sínaí og Guð gaf honum loforð og skrifaði lögin á steinina og hann gaf honum boðorðin og sagði honum að kenna fólkinu, að kenna liðinu, að því að þau þurftu að uppfylla allt sem að Guð hafi skrifað og að allir þurftu að uppfylla þessum orðum. Og við ætlum að fara yfir þessu og lesa og við ætlum að sjá að sannarlega þessi lög, þessi boðorð sem að Guð gaf Móses var ekki bara fyrir þann tíma, heldur líka fyrir daginn í dag, fyrir okkar tíma og þess vegna ætlum við að fara í önnur Mósesbók, kapli 34, frá vers 11 til 17, í önnur Mósesbók, kapli 34.
Og hér segir sagan að Guð var að tala við Móse og var að gefa honum leiðbeiningar. Og í vers 11 á meðal öll þeim leiðbeiningum sem að Guð var að gefa Móse eru þið komin á þennan vers. Segir Guð við Móse í vers 11: Gæt þess sem ég bið þér í dag. Sjá, vil ég stökkva burt undan þér Amorítum, Kanaanitum, Hetitum, Peresitum, Hevitum og Jebúsitum. Varast þú að gjöra nokkurn sáttmála við íbúa lands þess sem, og hér var Móse á þessum stað. Það voru margir bær og hver einasta bær var með sín eigin stjórnandi. Og hér verið að nefna þessi bær og Guð segir við Móses: Varast þú að gjöra nokkuð sáttmála við íbúa land þess. Og ég skal endurtaka: Varast þú að gjöra nokkuð sáttmála við íbúa lands þess sem þú kemur til, svo að þeir hvað? Svo að þeir verði þér ekki að tálsnöru ef þeir búa á meðal þín. Svo að þeir verði ekki að tálsnöru í þínu andlegu lífi. Svo að þeir verði ekki sem hindrun. Að því þið munu vera heilagt lið. Þið munu vera réttlætt lið, valið lið. Og við viljum ekki að þau komi að kenna ykkur þeirra hefðir, þeirra trúarbrögð, svo að þið fari eftir annarra guða. Og þetta myndi vera andlega hindrun á meðal andlega lífi liðsins. Og þess vegna segir Guð: Varast þú að gjöra nokkuð sáttmála. Og hann segir hér það sem að þau þurftu að gera. Og hann segir: þegar þið komið að þessum stöðum og myndu finna þau íbúa, að þau skulu rífa niður ölduru þeirra og taka þeim burtu. Og hér stendur: heldur skulu þeir rífa niður ölduru þeirra, brjóta í sundur merkistina þeirra og höggva niður asérur þeirra. Og það er það sem að Guð var að segja. Þið skuluð ekki gera nokkuð sáttmálum að vera með þeim, að gera það sem að þau gera, né að trúa því sem að þau trúa. Heldur skulu þið eyðileggja allt sem að kemur að skurgoðadyrkun. Og í vers 14 segir hér: þú skalt eigi tilbiðja neitt annan Guð, því að Drottinn nefnist vandlætari, vandlátur Guð er hann. Og þið skulu lesa vers 15: varast að gjöra nokkuð sáttmála við íbúa landsins, því að þeir munu taka fram hjá með guðum sínum og þeir munu færa fórn með guðum sínum, og þér mun verða boðið og þau mun éta af fórnum þeirra. Og hér stendur: þér verður boðið og þau mun éta af fórnum þeirra. Þetta land sem að Guð átti við var Kanaan. Þeirra Kanaan land sem að Guð hafði lofað Abraham, Ísak og Jakob, og hann var að tala við Móse og sagði að þau þurftu að taka í burtu íbúa þessara land og hreinsa staðnum svo að þeir myndu ekki menga andlega lífið þeirra með annara guða, með matið þeirra og með fórnir þeirra sem að þeir voru að gera til þeirra guða. Og hér var verið að tala Kanaan landið. Við í söguna vitum að Móses kom ekki í Kanaan. Jósúa kom með liðið og hann var sá sem að byrjaði í bardaginum og byrjaði að hreinsa íbúa þeirra land. En við sjáum þó í söguna að Ísraels liði féll fyrir Guð að því þeir fóru ekki eftir þessum leiðbeiningum. Liðið hlýddi ekki. Guð sagði ekki gera neitt sáttmála við þessara íbúa því þau verða sem hindrun í andlega lífið okkar. Og þau hlýddu ekki. Þau bjuggu í landið í Kanaan en þau menguðu sína því þau voru með öðrum íbúum og byrjuðu að tilbiðja aðra guða, aðra styttur, byrjuðu að gera fórnir og gera allt sem að hinn gerðu.
Og það það sem að við vitum sem gerðist í Kanaanlandið og Guð segir hér í vers 16 og þau mun taka dætur þeirra handa sonum þínum og dætur þeirra munu taka framhjá með guðum sínum og tæla syni þína til að taka framhjá með guðum þeirra. Þannig að þú skalt ekki gjöra þér steypt af Guði. Og þetta var boðorðið, þetta var það sem að Guð var búinn að skipa Móse. Varðandi sáttmála með þessara íbúa sem að myndu búa þar í Kanaanlandið. Og ef við förum í 5. Mósesbók, kafli 4 í vers 15. 5. Mósesbók, kafli 4 í vers 15. Og í 5. Mósesbók, í kafli 4, vers 15 til 20, þar munum við vera að lesa aftur og hér þetta endurtekning á skipunina Guðs. Og hér í 5. Mósesbók segir Móses, hann kemur saman liðið og endurminnir lögin, boðorðin, skipanir sem að koma frá Guði. Og hann kemur aftur að segja við liðið sagan hvernig upphafið var, hvernig Guð sendi hann til að fara úr Egyptalandi og fara áfram með sitt lið, fóru yfir Rauða hafið og komu í eyðimörkina og voru þar í 40 ár og hann segir allt sem gerðist á. Hann sem sagt að fara yfir og hann að taka saman og segja sögu nýja kynslóðinar og allt sem að voru fæddir, þau sem að fæddust í eyðimörkina, sem ólust upp í eyðimörkina og hann kemur með þau saman og endurminnist á boðorðin Guðs. Og í vers 15 þá Móses, það ekki lengur Guð sem að tala við Móses heldur en Móses að tala við liðið. Hann sem sagt að tala hér, að taka saman og segir: gætið yðar þau vandlega, lif yðar liggur við, því að þér sáuð enga mynd á þeim degi þegar Drottinn talaði við yður hjá Hóreb út úr eldinum. Og hér segir Móse við liðið að Guð talaði við sig og gaf honum leiðbeiningar og sagði við hann að hann þyrfti að sjá hvernig liðið var leiðbeint af Guði í gegnum Móse, en að þau sáu enga mynd á þeim degi sem Guð gerði sig opinbera við Móses. Og við skulum minnast á Móse var í 40 daga og 40 nætur upp í fjallið að tala við Guð og liðið var við hliðin á fjallinu og sáu Móses og sáu að það skinaði ljós frá Móses, frá andlitinu hans, og Móses var að gefa þeim leiðbeiningum. En hann segir við liðið: þið skuluð muna að þið sá enga mynd, þið heyrðu bara röddina, Móses heyrði bara röddina, en þeir sáu enga mynd, svo að þeir myndu svo segja: við ætlum að búa til styttu með mynd Guðs, að því við sáum hans andlit, við sáum framan í hann, og við skulum þá búa til styttu, við skulum búa til mynd, til þess að minnast eða tilbiðja honum. Þannig að Móses segir: enga mynd sáu þið að þeim degi. Og hann segir: gæti yðar þau vandlega, lif yðar liggur við, því að þér sáu enga mynd á þeim degi þegar Drottinn talaði við yður hjá Hóreb út úr eldinum. Og þau skulu lesa vers 16: að þér ekki mannspillu yður að því að búa yður til skurðgoð í mynd einhvers líkneskis, hvor heldur í líki karl eða konu. Og hér þetta mjög skýrt. Hann að banna gjörsamlega að það ætti ekki að búa til skurðgoð eða mynd, af því að enginn sá Guð. Líkamlega hafði enginn séð Guð, það heyrðist í rödd Guðs, og Guð talaði gegnum drauma líka. Hann talaði í gegnum sýnir, í gegnum spáminn, hann talaði við fólk. En að sjá framar í Guð, það gerði enginn. Og það svo að menn myndi ekki réttlæta sig í að segja að þau myndu búa til mynd eða skurðgoða því þau sá framan í hann. Og í vers 17 stendur: í líki einhvers ferfætlings
Og hér er kenning að vera ekki að fara eftir einhvers ferfætlings í líki þeirra, hvort sem flug, hvort sem dýr, ekkert sem á jörðinni. Og hér stendur í vers 18 ef við höldum áfram, í líki einhvers dýrs sem skríður á jörðinni eða í líki einhvers fisk sem dýrar í vötnunum undir jörðinni. Og 19 segir, og að þú eigi, þegar þú lyftir augum þínum til himins og sér sólina, tunglið og stjörnurnar, allan himinsins hér. Og hér Guð sem veit allt var búið að segja þeim í upphafi þessara tíma að í framtíðina fólk myndi horfa upp til himsins og sólina og myndi fara eftir og tilbiðja sólina, tunglið og stjörnurnar. Og hér stendur, ef við höldum áfram, látir tælast til þess að falla fram fyrir þeim og dyrka þau, því að drottningur þinn hefur skipt þeim meðal allra þjóða undir himninum. Þannig að hann segir hér að okkar Guð hafði sent sem blessun fyrir Ísraels menn allar aðra þjóðir, að þeir voru gjöfina sem að Guð hafði fyrir Ísraelsliði, að auðurinn þeirra var gjöf fyrir Ísraelsmenn og að þeir þurftu að vera sérlið sem að var búið að taka sig frá fyrir Guð, leiðbeint af Guði, ríkt af Guði. Og það það sem að Guð vildi frá upphafi, það það sem að Guð hefur alltaf viljað og vill. Hann vill vera með lið til þess að stjórna og ríkja yfir. Og hversu fallegt að það sem að við erum að upplifa í dag með loforðin Guðs, sem að Guð hefur gert okkur þegar hann segir, mig langar að búa til söfnuður, til kirkju og mig langar að ríkja yfir hana. Þannig að Guð ríkir yfir okkur. Ef að Guð myndi ekki ríkja yfir okkur, það myndum við hver og einn vera að gera það sem okkur syndist. Við myndum þá vera að búa til okkar eigin hóp hver og einn og deila niður kirkjuna og gera það sem okkur syndist. En að því Guð yfir okkur og hann að ríkja yfir okkur erum við öll saminu. Og hversu mikið forréttindi það að því í upphafi tímasins þegar Guð var að segja við liðið að hann vildi ríkja yfir þau, hversu fallegt að eftir 1000 árum hafa liðið saman erum við hér fyrir framan Guð að upplifa svipað ástæður þegar Guð að tala við okkur og gefa okkur loford og hann að segja við okkur, þið skulu gera minn vilja, þið skulu þóknast mín og þið munu sjá að ég mun gefa ykkur gleði, ég mun gefa ykkur blessanir. Þannig að hversu fallegt það að Guð sá sami í gær og í dag. Og ef þið lesið í vers 20, þið megi lesa, yður hefur drottinn tekið að sér og leitt yður út úr járnbræðsluofninum, út úr Egyptalandi, svo að þér skyldu verða eignaþjóð hans sem hefur verið til þessa. Og hér stendur að Guð tók liðið úr Egyptalandi svo að þeir myndu verða eignaþjóð hans. Liðið féll fyrir Guð og hlýddi honum ekki. Og þess vegna erum við hér í dag fyrir framan Guð. Þau sé þess að liðið féll, að þau hlýddu ekki. Þann lið sem var í fortíðina. Og í dag hefur Guð líka gefið okkur þeirri loford að hann mun vera og við verðum eignarþjóð hans. Og Jesú Kristur sagði í einn af sálmunum, segir Jesú Kristur við faðirinn í hans bæn, segir hann, takk fyrir að hafa eignast það sem ég hef eignast frá þér. Og hann segir líka í þessum sálmar, eignarþjóðið sem ég hef fengið fallegt. Og þegar hann talar eignarþjóðið hann að tala kirkjan. Hann að tala þau sem að trúa. Hann að tala menn
og kvenmenn sem að hafa gefið sínu hjarta til Guðs, sem að hafa gefið hjartanu sínu til þetta þóknast og þjóna Guði, gefa honum heiður og dyrka honum. Hann hefur gefið menn og kvenmenn sem að Guð segir kallast kirkja Jesú Krist, trúendur Jesú Krist, og þetta eignar þjóðir sem að Jesú Kristur fekk. Og hann segir að hann stoltur af því að hafa fengið þennan eignarþjóð, og við skulum teljast réttlætt að fá hans eignarþjóð. Hversu falleg það að vera eignarþjóð hans, að við skulum dyrka nafn hans og heiðra nafni hans í nafni hans, að því hann á það skilið. Og Guð þá, ef við förum núna í hér það sem við höfum lesið, þau sem sagt féllu, þau gerðu ekki það sem að Guð vildi. Þeir komu í þeirra þjóð sem að Guð hafði lofað og bjuggu þar í mörg ár, en þau fóru eftir skurðgoðum, þau fóru í skurðgoðadyrkun. Þeir byrjuðu að fórna börnin sinn fyrir djöflana. Þeir byrjuðu að tilbiðja stjörnumerkin og tunglið og stjörnunar, og þeir byrjuðu að gera alla þessa hluti, sögunar sem að við getum lesið í krónikabók og konungabók. Þannig að Guð yfirgaf þau. En Guð hafði þá valið nýtt lið þegar hann var búinn að yfirgefa þau fyrir sig, og þau sé okkar Jesú Krist að hann kom til þess að stofna þetta nýtt lið, til þess að stofna og styrkja þennan bygging og þessari kirkju. Guð, Jesú Kristur gerði þann verk, og Jesú Kristur kom að predika og að kenna lögi Móses, að standa og uppfylla það, til þess að geta núlla það út í krossinum, og Jesú Kristur gerði þann verk, og Guð núllaði þann sáttmála sem var í fortíðina, en sáttmálinn sem að Guð sagði að menn, að hans börn, að trúendur gátu ekki verið í skurðgoðadyrkun, myndu ekki fara að tilbiðja styttur, heldur að leita að Guði í andanum. Það stendur ennþá í dag. Þau boður standa ennþá, og við getum sagt að Guð ennþá að kenna okkur, og hann að segja okkur að passa okkur að vera ekki að fara á öðrum stöðum þar sem að fólk fer eftir skurðgoðadyrkur, þar sem að fólk lifir af hjátrúum og trúarbrögðum eftir öðrum guðum og hefðir eftir öðrum guðum. Guð segir við okkur að við höfum ekkert að gera þar, að fara í burtu, að því hann vill að við séum bara að við séum réttlætt lið. Hann heldur áfram að kenna okkur sömu hlutina. Hann heldur áfram að kenna okkur sömu boðorðin, sömu lögmálin, og hann hefur kannski breytt sáttmálum hvernig fólk myndi bjarga sér, og kemur nýtt sáttmálum hvernig fólk myndi bjarga sér, og það sem sagt að trúa á Krist og fara eftir boðorðin Jesú Krist, og það eru boðorðin sem að Guð gaf Móses í Sína í fjöllum. Það er það sama, og þá kemur Jesú Kristur og byrjar að predikera. Hann byrjar að uppfylla lögin, og hann byrjar líka að predikera Guð, og þar af meðal höfum við í Matteusar Guðspjall kapli 5, við erum hér með staðreynd það sem að Guð byrjaði að gera, Jesú Kristur byrjaði að gera þegar hann gerði sig opinbera. Ef við förum í Matteusar Guðspjall kapli 5, vers 14, og hér stendur: Jesú Kristur byrjaði að kenna liðsins þar í Jerúsalem. Hann byrjaði að kenna Ísraelsmenn, og hann var að kenna gyðingana, og hann var að predikera. Liðið hlustaði á kenninguna Jesú Krist. Þau sem voru fariseus og þau sem voru að ríkja yfir Jerúsalem, þeir voru óvinir Jesú Krist, og þau höfnuðu orð Guðs og kenningin. En Drottinn í þau 3 ár sem að hann var að vinna þar, hann uppfyllti það sem hann var búinn að setja fyrir sér, sem var að kenna
lögin, hann var að kenna kenningin og hann var að kenna þau og hann var að segja þið eru ekki að uppfylla, ykkur vantar þetta, ykkur vantar hitt, gerið hlutina svona og svona kenndi Guð kenningin og hann uppfyllti líka kenningin og lögin að því hann var gyðingur en Jesús Kristur byrjaði líka að tala heiminn, nýju sáttmálun, byggingin, andlega Ísrael sem var að koma og hann var sá sem var að gera þetta, hann var að setja hann saman og hér segir hann í vers 14, hann segir, Drottinn segir, þið eruð ljós heimsins, segir hans við sína menn og hann segir við fólki sem var að hlusta á sig og sem hafi trúað á sig og sem höfðu tekið á móti kenningin. Hann segir þið eru ljós heimsins, borg sem að fjalli stendur, fær ekki dulist. Hér Jesús Kristur að segja og staðfesta að þau voru ljós heimsins, þau sem hafðu verið útvalin, þessi 12 postulana aðalega, þá sagði hann við þá, þér eru ljós heimsins, þið byrjið nú að vera þennan nýtt líð, þann bygging, þann kirkja, þennan andlega Ísrael og þið eru ljós og þið þurfið að skína í gegnum myrkrinu. Ljós getur ekki dofnað sig. Ljós þarf að skína í gegnum allt og hann segir í vers 15, hvað segir hann við þá í vers 15? Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikar, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig að allt sem að þau myndu fá frá Guði, kenningin, andlegu gjafir, þau þurftu að gera kraftaverk, undranir og táknir, þau þurftu að kenna fólki sannleikan, vegurinn sem að leiðir til Guðs. Þetta allt var ljósið. Ljósið sem að Guð hafi gefið þau, sína postulana sem voru fyrstir, sem að byrjuðu, allt sem að byrjuðu kirkjan. Og þau þurftu að kenna, að tala, að predikera orð Guðs og líka að gera kraftaverk. Guð hafði gefið þeim þann vald, þann stuðning til þess að gera kraftaverk í sínu nafni. Þetta var ljósið sem að hann segir, ljós sem að fólk setur ekki undir mælikil heldur á ljósastiku til þess að lýsa öllum í húsinu og hann segir í vers 16, þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna. Sem sagt ykkar þekkin lýsi þannig, þekkin sem að ég að gefa ykkur, kenningin sem að þið munu hafa hérðan frá, andlegu gjafinnar sem að þið munu fá, skulu vera sett núna að verk og allir sjáið að þið eru þau sem að hafa verið útvalin, sem að þau þurfa að hlusta á, að því að þið munu gera verkið. Og þetta ljósið. Og hann segir, þannig skal ykkar ljós lýsa meðal mannanna, svo að þeir sjái góð verk yðar. Þannig að þau þurftu að sjá verk Guðs. Og fyrstu verkin sem apostolana gáfu var breyting á lífið. Breyting á lífið þeirra. Þau breyttu þegar Guð kallaði þá, hann breytti þá og þau urðu að heilagir menn. Án nokkur blettur í þeirra klæðning, það að segja andlega séð og Guð gefur þeim loforð þau verk og vinnan sem þau þurftu síðan að gera þaðan frá og þess vegna segir hann, þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverk yðar og vegsami föður yðar sem á himnum. Auðvitað og hvernig
ættum við ekki að vegsama Faðir okkar sem á himnum þegar hann hefur gefið okkur andlegu gjafirnar og hefur gefið okkur stuðning þegar við biðjum fyrir fólk, þegar við gefum þeim handa yfirlagningu, þegar við erum að kenna fólk vegir Guðs og Guð þar að styðja okkur og breyta þeirra líf og breyta fólkinu. Að lækna, að frelsa, að gefa fólki frið, að gefa þeim gleði og hamingja og fólk þegar það sér kraftaverkin í þeirra lífi þau dyrka Guði og segja takk, Guð til, Guð hér á þessum stað, sjáðu, ég glaður, ég hamingjusamur, hann sagði við mig allt sem var í mínu hjarta, ég var að þjást mjög mikið, ég var dapur í mínu lífi, hann talar við mig, hann gerir líf mitt hamingjusam, hann bjargaði mér frá dauðum, hann læknaði mig, dyr sé Guði og þetta eitthvað sem að fer til Guðs, þannig að þetta ljósið, að þetta ljós þyrfti að byrja þá að vinna þá. Þennan ljós, þennan vitnisburðu frá börn Guðs sem að við komum frá boðorð. Við komum frá boðorð í fortíðina sem að Guð gefur Móses svo að lið Móses, lið í Ísrael myndi þá koma hér og vera fullkomin andlega svo að ljósið okkur myndi lýsa öðrum og það það sem að Guð vildi í fortíðina en Ísraels liði gerði það ekki þá en við ætlum að gera það með hjálp Guðs. Við ætlum að vera fremst að dyrka og tilbiðja Guði svo að hann sé með okkur og við getum þá verið það ljós sem að hann vill að við séum. Við viljum lýsa alla aðra í myrkrinu og í myrkrinu það fáfræði. Ljósið til þess að lýsa í myrkrinu að lýsa fólki fáfræði sín og fólk sem að þekkir ekki Guð og sem að veit ekki hvert það að fara, hvert á að tilbiðja, hvernig á að fá eilífa lífið, hvernig á að ná í frið og ró. Það það sem við köllum myrkrið. Og við sem ljós þurfum að lýsa fólkinu, við þurfum að lýsa fólk, kenna þau, lýsa þau, kenna þau og setja að verkum það sem að Guð hefur gefið okkur svo að fólk getur fengið það ljós eða þann þekking og þekkt Guði og fengið þá að njóta frá þessum blessunum sem að við erum nú þegar að njóta. Og hér skulum við lesa í Lúkasar Guðspjall, kapli 16. Í vers 8 og hér sjáum við líkindið, hér líkindi eða ímynd sem gefið frá Jesú Krist og þetta líka dæmi sem að Guð gefur frá húsbóndin, óheiðarlegur húsbóndin svo að við myndum læra að vera ekki óheiðarleg við Guð. Við erum þjónar Guðs og Guð vill að við sem hans þjónar séum heiðarleg og réttlæg og að við séum trúfestir og að við séum að þjóna sér og vinna og að við séum ljós í myrkrinu. Þannig að Jesú Kristur í hans kenningar, þegar hann var að kenna aðra, hann var að gefa alltaf líkindi og hann var að kenna kenningin og hann sagði að það var húsbóndi eða það var ríkur maður sem átti húsbónda og hann segir í vers 1 maður nokkur ríkur hafði ráðsmann og var sá sakaður við hann það að hann sóaði eigum hans og í vers 2 stendur hann kallaði hann fyrir sig og sagði við hann hvað þetta ég heyri þig gjör reikningsskil ráðsmennsku þinnar því þú getur ekki verið ráðsmaður lengur. Ráðsmaðurinn sagði þá við sjálfan sig hvað ég að gjöra fyrst húsbóndi minn sviptir mér ráðsmennskunni ekki orka ég að grafa og skömm þykir mér að betla og í vers 5 stendur hann kallaði nú að skuldunauta húsbónda síns hver og einn við hann fyrsta sagði hann hver mikið skuldar þú húsbónda mínum og hann svaraði 100 kvartil viðsmjörs. Hann mælti þá við hann takk skuldabréf þitt, sett þig niður og skrifa sem skjótast 50. Síðan sagði hann við annan, en hvað skuldar þú? Hann svaraði 100 tunnur hveitist og hann sagði honum, takk þú skuldabréf þitt og skrifa 80. Og hér stendur í vers 8 og húsbóndinn hrónsaði rangláta ráðsmanninum fyrir að hafa breytt kænlega. Og hann var að segja, sjáðu hvernig hann leitar að vegum til þess að fá það besta fyrir sig.
og hann segir að húsbóndinn hrósaði rangláta ráðsmanninum fyrir að hafa breytt kænlega, því að börn þessa heims eru kæni í skiptum við sína kynslóð en börn ljósins, og það að segja að fólk í heiminum, þau sem að hafa ekki Guð, sem að þekkja ekki Guð, eru að gera hluti kænlega til þess að fá hluti fyrir sjálfan sig. Og hér stendur að þau eru kænni í skiptum við sína kynslóð en börn ljósins. Og hér verið að tala lið Guðs. Þannig að þau sem eru út í heiminum sem þekkja ekki Guð eru mjög kæn, og þau sem að þekkja Guð, þau eru ekki þannig, þau eru ekki að leita að öllu fyrir sjálfan sig. En Guð segir, þetta ekki rétt. Hann hefði ekki átt að stela frá húsbóndanum þennan ráðsmaður, og þó að hann hafi verið mjög ríkur. Og svo Guð að gefa hér, hann að gefa hér ráð, og hann segir, ég segi yður, aflið yður vina með hinum rangláta mammon, svo að þeir taki við yður í eilífar tjaldbúðir þegar honum sleppir. Og það að gefa vitnisburður. Og hér stendur í vers 10, sá sem trúr í þess mæsta einnig trúr í miklu, og sá sem ótrúr í þess mæsta og ótrúr í miklu. Þannig að Guð, hann gagnrýndi að ráðsmanninn gerði ekki réttu hlutina. Hann var að stela, og það var ekki rétta leið til þess að gera réttu hlutina í framtíðina, án þess að hann myndi skorta neinu. Þannig að Jesú Kristur var að segja í vers 11, ef þið reynist ekki trúir í hinum rangláta mammon, hver trúir yður þá fyrir sonum auði? Þannig að hann segir, þið skulu afla ykkur vina í gegnum réttlæta hluti. Þannig að Guð að segja, þau sem að þekkja Guð, sem að trúa á Guð, þegar þið eru að vinna, þegar þið eru í einhverju starfi, einhverjum viðskiptum, hvar sem það sem að fólk að starfa, hvar sem að fólk að vinna, hvort sem að þú að vinna í einhverju háskóla, í skóla, í einhverju fyrirtæki, hvar sem að þú að vinna, þegar þú að starfa, þú að vinna fyrir einhver annar, þegar þú starfsmaður annara, og það fólk sem að kannski þekkir ekki Guð. Og sum fólk segir, ég þarf ekki að vinna heiðarlega, ég ætla bara að stela tíma, ég ætla að stela einhverju frá þeim. Hann ríkur, hann á nóga hluti, og hann í heiminum, hann þekkir ekki Guð, þannig að mér alveg saman. Heldur þú að Guð sé að horfa á þig með réttlægt augu? Nei, Guð segir að fólk þarf að vera réttlægt og heiðarleg og skipulög og vinna heiðarlega, svo að Guð getur blessað manneskjan. Og fólk sér í okkur, í þau sem að leita að Guði, að fólk vinnur vel, að fólk heiðarleg og fólk fær traust, og þann manneskjan aldrei skorta neinni vinnu, að því að fólk vil alltaf hafa þannig fólk í kringum sig, og hann mun fá að heyra það, þú svo heiðarlegur, þú gerir vinna svo vel, að við viljum hafa þig hérna lengur. Og það það sem að Guð vil, að við séum að afla okkur vinni í gegnum því að vera réttlætur. Að því að kannski þó að við séum að vinna fyrir fólk sem slæmt, sem að gerir ólöglega hluti, eða sem að gerir hluti sem að eru ekki rétt fyrir framan Guð, það kemur okkur ekki við. Við erum að vinna sem starfsmenn. Við þurfum að standa við því sem að okkur berst að gera, við okkar skylda. Þannig að þar ég að vera ljós. Þar ég að lýsa. Að því að fólk mun segja, hver þú? Hver þú sem svo skipulagður, þú sem að gerir hlutina, þú sem svo heiðarlegur, þú góður vinumaður, þú góður starfsmaður, hver þú? Ég tilheyri kirkju, ég tilheyri kirkju Guðs, ég barn Guðs, ég þekki Guð, ég set Biblíuna að verkum í mínu lífi og ég fer eftir vegum Guðs. Þannig að fólk mun aldrei yfirgefa okkur, þó að það sé fólk sem út í heiminum, þau munu alltaf gefa okkur höndina sína,
Hann mun segja, kom þú að vinna til mín, þú ert góður starfsmaður, og það það sem að Jesús Kristur vill segja. Og það það sem að hann segir, afliður vinna með hinum ranglata mammon. Þannig að geri góður verkir, verið í ljós og þið þurfið að lýsa í myrkrinu með góðum verkum, með góður í hegðun. Og það það sem að Guð vill. Og það það sem að Guð vill, og hann ekkert að banna okkur að fara að vinna fyrir aðra eða vera með fólk út í heimina, því við þurfum að gera það. Við þurfum að læra, við þurfum að vinna. Við þurfum að vera í samskiptum í samfélaginu. En það allt annað en að vera að syndga eins og þau. Ef að fólk að syndga, þá skal ég ekki fara að gera það. Ég geri vinnuna mína. Ég geri mínar skyldur sem eru á minni hlið, en ég ekkert að syndga eins og þau sem að gera það. Þannig að Guð aldrei verður reiður við okkur. Hann verður ekki reiður við okkur trúendur ef að við förum að vinna og gera hluti með fólk í heiminum. Hvort það séu búðir, fyrirtæki, hvar sem sem að við erum að vinna, eða þar sem við komum saman í hóp að gera vinnu eða að vera með aðra. Guð verður ekkert reiður að því að við séum að eyða tíma með öðrum sem að þekkja hann kannski ekki. Hann vill að við séum ljós og séum að lýsa af meðal þeirra og séum sem góð fyrirmynd og góður vitnisburður, svo að fólk trúi á Guð, að því sem hafa predikurum, og að fólk trúi á okkur og segja þá, þennan maður frá Guði, hann vinnur vel, hann gerir hlutina rétt, og það það sem að Guð vill. Og þannig munu margir vilja og hafa þann ósk að þekkja Guði. Og munum við þá kannski segja við okkur, farðu með mér í þennan kirkja, því ég sé að þú ert glöð og hamingjusam manneskja, þú brosir, þú ert glöð, þú ert jákvæður, og mér langar að fara þar sem að þú ferð. Og það það sem að gerist þegar við erum ljós og við erum í gegnum myrkrinu, gegnum heiminum, að gera og setja að verk það sem að Guð kennir okkur, það sem að þegar við erum að skína í gegnum og að meðal fólki, og við erum að lýsa yfir fólkið, og þá kemur fólk og þekkir vegir Guðs í gegnum okkur, og það það sem að við eigum að gera. Og við skulum ekki misskilja þegar Guð var að biðja fyrir sína apóstola og var að segja við Guð, þú skalt og Guð halda þeim frá heiminum. Og Jesús Kristur segir, ég ekki að segja þér að taka þau frá heiminum, heldur að bjarga og að verta þau frá syndunum sem aðrir að gera. Og Jesús sagði, þau þurfa að vera á meðal þau í heiminum sem að þekkja því ekki, þau þurfa að predika. Og það voru bænir sem að Jesús Kristur var að gefa til Guðs. Þannig að við í dag skulum ekki vera misskilja. Það vinna út í heimi, og það er kannski vinna sem er óheiðarleg, og þar skulum við ekki fara. Við skulum ekki fara í óheiðarlega vinna sem að gerir okkur enga góða hluti. Við skulum fara í burtu frá þeirri vinnu, að því samviskan okkar mun ekki leyfa okkur að fara að vinna. Segjum svo sem hóruhús, það ekki staður þar sem að við getum farið. Að vera vændiskona, það ekki hlutir sem að við getum farið, það meira að segja ólöglegt. Þannig að við erum ekki að fara í óheiðarlegri vinnu. Við förum í heiðarlegri vinnu, já, og við verðum sem fyrirmynd fyrir aðra, sem góður vitnisburður. Og hér tók ég saman þennan sögu, og hér tók ég saman boðorðin sem að Guð gaf Móses og hann gaf lið sitt, svo að þeir myndi vera ljós og lýsa yfir. Og við í dag, segir Jesús Krist, þið þurfið að vera ljós heimsins, þið þurfið að lýsa í heiminn, þið þurfið að gera góði verki, og við skulum biðja Guð að hjálpa okkur að geta staðið við það sem hann vill að við gerum. Og þannig mun nafn Guðs vera dýrkaður og tilbeðin. Og við skulum núna standa upp, við ætlum að biðja til Guðs til þess að ljúka biblíukennslunni í dag, og við skulum biðja til Guðs, og við ætlum að syngja áður en við biðjum. Við skulum syngja til Guðs kór sem að segir, þú ert vegurinn, þú ert sannleikan. Ég veit ekki númer hvað það ef að þið hafið það eitthvað við hönd. Númer 136. Við skulum syngja og við ætlum að biðja, og í okkar bæn ætlum við að biðja Guð fyrir lækningu, til þess að gera sig opinbera, til þess að gera kraftaverk, að lækna okkur
og svo að Guð gerir sig líka opinbera með að gefa okkur gleði og ræta óskir okkar hjarta og svo að Guð hlusti líka á þarfir og óskir sem að við höfum fyrir sig með trú, með traust, að trúa að Guð að hlusta á okkur, að hann að horfa á okkur. Þannig skulum við líka biðja til Guðs og við skulum biðja og treysta á því að Guð að fara að blessa okkur og uppfylla þau óskir sem að við höfum. En það sem að skiptir máli að það komi frá hjartanu og við sem að tilbiðja Guði. Við skulum núna biðja Guði og syngja. Ég ætla að biðja og þið skulum biðja líka með mér. Nú ætlum við að syngja kór 136. Blessaður Faðir, valdamikill Guð, Faðir okkar Jesú Krist, okkar Guð, skaparinn heimsins og jörðina. Við viljum tilbiðja þig, ó Guð, við skulum gefa þér dyrðina og heiðurinn. Stórt nafn þitt, ó Guð, stórt nafn þitt á meðal kynslóðana. Valdamikill ertu Guð, ó Drottinn, þinn miskunnafull hönd, þinn endalaus kærleikur, þinn loforð og þinn réttlætt við okkur, ó Guð. Við viljum tilbiðja þig. Takk fyrir að vera til. Takk fyrir að gera þig opinbera á meðal okkur. Takk, ó Guð, fyrir að sýna þér fyrir framan okkar líf. Takk fyrir að kenna okkur, fyrir að tala við okkur. Ó Guð, takk fyrir þinni miskunn. Við viljum þakka þér, ó Guð, að því að þú ert heilagur og réttlætur og þú ert að sjá í hver einasta hjarta hjá hverjum og einum hér. Þú ert að sjá, þú ert að horfa í óskir þeirra. Þú, ó Guð, ert að horfa á hver og einasta þarf hjá okkur og það sem að hver og einn að segja við þig í þessum bæn. Takk, ó Faðir, þinni miskunn, að því að þú ert sá læknir. Ó Guð, þú hefur gert mjög mikið af kraftaverkum og táknum á meðal þín börn. Takk fyrir þinni miskunn, fyrir þinn vald og fyrir loforðin sem að þú hefur uppfyllt. Þú skal koma niðri til okkar með vald í okkar líf, ó Guð, í hver einasta hjarta. Þú skal gera því opinbera. Þú skal, ó Guð, gera kraftaverk og lækna hverjum og einum og gera því opinbera með þínum loforðum, ó Guð, eins og þú hefur lofað okkur, eins og við höfum sjáð þinni valdamikill hönd á meðal okkar tíma, ó Guð, og blessanir sem að þú hefur gefið fólk, ó Guð. Ó Guð, við viljum þakka þér fyrir það, Faðir, gera því opinbera, sendu þinn vald, ó Guð, sendu heilögum anda og verð þú, ó Guð, að koma fyrir framan hverjum og einum, ó Guð,
hjá hverjum og einu sem hér, vertu að koma og búa í þeirra hjarta, vertu að hreinsa, vertu að slíta böndin, vertu Guð að slíta keðjurnar sem að óvinurinn hefur sett í okkur, vertu að eyðileggja verkir sem að óvinurinn hefur sett í okkur, vertu að taka í burtu bölvanir, taktu allan ilskan í burtu, vertu að frelsa hverjum og einum, vertu að taka í burtu efarnir, vertu að taka hrokan, keðjurnar sem að óvinurinn hefur sett. Guð, vertu að hreinsa og frelsa. Takk Faðir í nafni Jesú Krist, fyrir þig heiðurinn, Guð, heiðurinn og dyrðina, núna og að eilífu viljum við biðja og tilbiðja þig, vertu að blessa, Guð, vertu að blessa kirkjan þín og börnin þig, vertu að senda heilögum anda, vertu að senda vald þitt, Guð, vertu að gefa okkur skírnina við heilögum anda, sendu andlegum gjöfum, vertu að senda eld frá himninum, vertu að endurklæða okkur með þinni vald, vertu að senda hverjum og einum þinni vald, Guð, lofvorðum fyrir þig, Guð, dyrðina fyrir þig, blessað sé nafn Guðs, blessað sé þínu nafni, þú sem ríkir yfir að eilífu og takk Faðir, við viljum biðja, tilbiðja nafn þitt, Guð, blessað sé þínu nafni, blessaður að eilífu Faðir, valdamikill Faðir, vertu Guð að gefa okkur vald með þínum heilögum anda, vertu að rísa upp menn og hverjum sem elska þig með öllu hjartanu, sem eru að tilbiðja, sem eru að dyrka þig með hjartanu, sem eru Guð að tilbiðja, sem eru að lofa nafn þitt, Guð, að því nafn þitt mun vera lofað og dyrkað að eilífum. Blessaður valdamikill drottinn, heilagur ertu, þú ríkir yfir okkur, þú lifir hér á meðal okkur, þér sé þínu nafni, lof sé þínu nafni, valdamikill heilagur, heilagur er Faður, valdamikill ertu konungur, þú sem lifir að eilífu, þér sé þínu nafni, takk Faðir, við viljum þakka þér Faðir, dyrða mikill, sendu þínum vald frá himninum, valdamikill Guð, við viljum lofa þér, Guð, þér sé þínu nafni, heilagur sért þú að eilífu, blessaður er drottinn, blessaður Guð, þú ert heilagur, dyrða mikill, Guð, dyrða mikill, valdamikill, Faðir, konunga, Guð og drottinn, Guð, hjálpað okkur að elska þig, að lofa þig, að dyrka þig, að gefa þér heiðurinn, Guð, að lofa nafni þínu, hjálpað okkur að setja hjartað okkar undir þig, Guð, endurglætu okkur með þinni vald, þér sé þín nafnir valdamikill er Guð. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo. Blessaður sé Guð, dyrða mikill okkar Guð, og sé heiðurinn og dyrðina fyrir hann. Takk bræður og systur, Guð blessi ykkur öll stórkostlega og því sem að horfa á myndbandi. Guð blessi ykkur öll. El Señor les bendiga. Muchas gracias.